í loftið. Það reyndar hárrétt, Steindu og Blöð eru mættir í loftið, það fimmtudagur, en sko málið ef að Svankan orðin 4 á þessum fimmtudegi. Veistu hver flutti þetta lag? Og FM 95 Blöður hafið göngu sína, hver flutti Einar Áttavelta? Nei, hver er það? Ég man ekki hvað Ok, flott, já. Ég held að þú ætlaðir að fara að segja bara. Nei, ég veit ekki. Nei, þetta er æðislegt lag, maður. Þetta er partílag, þetta kemur öllum í gýrin. Og þetta er lagið sem þú vilt byrja þáttinn á alltaf. Já, þóttu sért á leiðinni hérna á dateball, eða busaballið, eða í brúðkaup. Á dateball? Þú getur spilað þetta áður að fara í jarðaför. Já, en þú myndir mæta hress í jarðaför. En hvað er dateball, svo ég veit? Það er bara svona, ég var að tala bara svona fyrir allan aldur, það er bara svona gaggokrakkarnir fara á dateball og menntaskóli fyrir á busaballið og við förum í brúðkaupinn og jarðafarinnar. Já, en það er frábær þáttur hjá okkur í dag, kæru hlustendur, við ætlum að launa ykkur hlustununa með góðum þætti og eins og heyri þá erum við nú í fantagýr báðir strákarnir og erum með handa ykkur sturlaða staðrendir í dag. Já, og við erum líka með augljósa staðrendir. Jú, ég var nú bara rétt að byrja þetta, ég fer nú ekkert að gleyma þeim. Svo erum við með stigaganginn, hann er á sínum stað. Við ætlum að hafa hann svolítið grillaðan í dag, steiktu stigagangur. Já, algjörlega. Þetta er svona, hann verður svolítið öðru sér en vanlega. Já. Við getum allavega að lofa hlustundi. Svo erum við með stjórnun í útvarpi, sem er alltaf skemmtilegt. Já. Það er svolítið þinn liður. Já, ég hef rosalega gaman að þið. Núna í síðustu viku, þá sendum við konu út á gang. Já, að drepa eitra konguló með upprúluðu blaði. Það svingekk. Já. Og svo erum við með íslensk slúður og erlend slúður. Og skemmtilegt að þú sért að minnast á íslenska slúðrið. Já. Það ég er búinn að fá hrikalega mikið af tölvupóstum núna undanfarið. Ertu með eitthvað grassandi þetta fyrir í dag? Já, ég er búinn að fá bæði e-mail og skilaboða á Facebook og símtöl. Já. Svo er ég stoppaður út í búð líka og ég fæ svona að vera pizza á mig. Hvað myndir að gefa slúðupakkaðaninn frá 0 upp í 10 í dag? Hversu rosalegur er hann? 10. Er þetta 10? Solid 10. Okay. Ég er með juicy slúður. Ég vonandi enginn að bretta upp á tippi á sér inn í klefa eins og Haukur Harðar. Nei, hver veit? Hver veit? Hann er ekkert einnir í það? Nei, minna það var margir verið eitthvað að fikta við sinni í klefum og Ég var eitthvað að heyra hann að það hefði verið börstaðar aftur, það er ekki gætt að það? Ég er nú ekki viss um það, en það versta við þetta fólk sem er að fikta svolítið í sér á almannafæri, það er að við fréttum af því, og þegar við segjum frá því. Þess vegna eiga líka þekktir Íslendingar að hætta að vera að fikta í sjálfu sér í klefa. Haukur Harðar getur ekki að fara heim til svona og fikta. Það er að fara að gera þetta í klefa. Alveg sikarlega. Móna sé að hlusta, hann var nú ekki lítið pirraður að þú skildir segja, ég fór að hugsa á það, þegar við hittum öðru daginn, marstu, þá var hann alveg brjálaður. Var hann ekki brjálaður að þetta var satt? Já. Er það ekki oftast þannig? Sannleikurinn særir. Já, er það ekki málið? Ég hef alltaf heyrt það og lifa snakka tí, sko. En ef þú ert með slúðubakkur upp á 10, þá er bæði ég og hlustendur spenntir, ég get lofaði því. Já. Þetta verður algjörðist. Ættu að vera það líka. Já. Hvernig ertu búin að hafa það síðan þú varst einna síðast? Alveg hrikalega fínt maður. Já, vel blöytið á síðast helgi? Nei, ég var nú bara... Það var ekki föstudagur og lögudagur? Nei, ég fór hann í ammæli á lögudaginn og fekk mér 2-3 bjóra. Og var ekki Massachusetts á föstudeginum? Þetta er rosalega á að fara eitt drull yfir Steindaholti með byrjaður eða? Þetta er hrikalegt. Hvað gerir þú? Þú hlýtur nú að hafa rifið flippan á einum. Ég er ekki búin að gera neitt í allan október, þess vegna get ég skotið að Þú horfði bara leikinn og fekst þér vasklas. Já, ég fekk mér nú alveg eitt bjór með landsleiknum. Nú? Já. Kemur það í ljós núna? En það var ekki... Maður þarf að þvinga þetta upp úr þér. Ég viðurkenni mína drykju. Maður tók ekkert 5 eins og junior. Nei. En hvað hvort var skemmtilegur að vera fullur á föstudeginu með að lögadeginu? Mér er bara mjög fínt að geta farið út og spjallaði félagann og fengið 2-3 bjóra sem var að fyllir í. Já, einmitt, þessi var helviti góður. Ég fekk Snapchatin frá okkur, ekki gleyma því. Herðu, getum við ekki sett á lag? Við erum með útastáttina. Hvenær byrjar að drekka í kvöld? Ég ætla ekki að byrja að drekka neitt í kvöld. Er ekki 50 dagar? Hættu, sem það kom Timminn, strákur daginn. Blautur junior. Blauti, ég var að spá, blauti. Jöfnvillin sálum maður, kallaði mig bara Steinda og ég skal fara yfir þetta með þér en... Nei, ég er að stríða að blautir ekkert að fara festast. Þú ert stiltur og brúður drengur, enda kom með fjölskyldu, kom með hund, Pulla, það er eitthvað að sjá um Pullu. Já, ég er búinn að vera að sjá mikið um Pullu, hún er meira með okkur þetta. Pulla er búinn að róa þig svolítið, ekki? Jú, hún er búinn að róa sig líka svolítið. Hún er svona, þú veist, hún er svona öll að koma til. Er hún búinn að róa sig og Sigrúni sig? Þú sagt hún hafi verið smá svona, hún myndi mig á Gremlings. Herri, þú var búinn að segja þegar ég held að Sigrún sig á Snapchatinu mínu var kærastan þín.
Ég var að senda myndir sem ég kannski ekkert átti að vera að senda. Svo heiti kærastan þín Sýrun á því. Sérðu, við skulum ræða það með Ætlaður þess að Ég held sko, mér var addað. Já, hélst þetta að vera kærastan þín? Bara heitir það sama og kærastan þín. Svo ertu búin að vera að senda henni myndir. Já, ég minna að þú varst ekki Hvaða myndir ætlar að senda kærastunni minni? Það var ekkert þannig, en svona... Hrikalegt að heyra þetta í beinni útsendingum. Alveg flippmyndir. Nei, hvað heldur bara, ég nakin upp í rúmi, ég ekkert í svoleiðis bulli, sko. Flippmyndir. En að segja hlustendur frá einni flippmynd. Hvernig ein flippmynd? Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 957 á útvarpsþáttinn FM 95 Blöð. Stendur Júnu Auðun Blöndal, sestir í stúdíóið, sætlinur. Sætlitu. Mikið nú gaman að fá að opna svona af og til. Já, þú mátt opna svo mikið og vilt, ég alltaf opnandi hérna. Já. Ég var að sjá hérna, svona áður fyrir mig ellend slúður, nú þú ert með íslensk slúður eftir. Já. Ég var að sjá hérna nýjasta tölu eftir 7 og heyrt. Já. Ekkert follow-up á þér og hundunum? Nei. Það bara þarna þessi eina fórsíða að segast. Ég láti ekki svona blöð. Hvað? Ekkert meira? Nei, ég var að skoða hérna nýja 7 og heyrt hérna og það hérna... Ég vil alltaf, hvað allar að koma með? Þetta Sóli Hólmer hérna framan á og... Já, þetta reyndar... Guðmundur Steingríms og ræðum við það. Já, komið fínt blað. En það komið að slúri. Já, það komið að alvöru slúri. Já, þetta reyndar alvöru blað 7 og heyrt en það komið að erlendu slúri. Já. Og ég ætla að byrja á... Ætli ég viti hvað fólk getur í þetta skiti. Já, þú þekkir nú Matthew McConaughey. Já, ég þekki hann. Hann þurfti að létta sig 30 kíló daginn fyrir hlutverk í bíómynd. Ég held að hann væri bara svona 30 kíló. Nei, hann þvílíkt massaðan, alltaf byrja á hann. En hann ekki svona grannur og massaður? Hann ekki svona stór og massaður? Já, hann svona lean, eins og það kalla hann. Já, hann hefur kannski verið svona 65 kíló. Já, fyrir? Nei, hann örgulega 75 kíló að kjöti þegar hann er í formi, sko. Þá er hann 45 kíló núna? Já, hann reyndi búin að setja kílón aftur á sig. Ok. En hann var að tala hversu erfitt þetta hefði verið að létta sem 30 kíló fyrir hlutverk og sagðist að hefði ekki getað gert þetta nema með hjálp Tom Hanks. Hann hringdi í hann áður en hann tók að sér hlutverki og fekk góð ráð hjá honum og hans liði sem hjálpaði Tom Hanks að losa sér í kílóum bæði fyrir Castaway og Philadelphia. Já. Þannig að hann var með góða menn með sér og passaði að borða hollt og gott en bara lítið. Ég held að sé rosa gott að geta tekið upp síman og ringt í Tomma bara og fengið eitthvað ráð og... Já, líka bara geta ringt í Tom Hanks bara til að spjalla. Já. Spáði að vera eitthvað down, kannski hættu með konunni og geta ringt bara í Tom Hanks og sagði, það er djöfull liðið mér illa maður. Já. Og hann bara, ég held að Tom Hanks gæti hugga alla. Í hvað íslenska leikara myndið þú ringjað og væri í tómu rugli bara og ert ekki að finna karakterið nokkurn veginn og ert ekki alveg að ná að lesa í einhverja senu og í hvern myndir þú ringja? Ingvar E. Hann myndi koma skokkandi til þín. Já, Ingvar E. toppmanneskja. Já. En ég þekki hann ekki þannig, en það er svona sá gaur sem ég myndi vilja hafa á Speeddial ef ég mætti velja. Já. En heldur þú gæti léttið 30 kíló fyrir bíómyndstendi? Shit, þetta er rosalega. Öruglega ekki bara, þetta er öruglega alveg svaklega erfitt sko, en ég gæti alveg mist helling af kílóum fyrir einhver hlutverk. Ég hugsa þetta takir hrika lámaður. Já, og ég gæti tekið af mig nokkuð mörg kíló fyrir hlutverk, en 30 er alveg rosalega mikið sko. Það er hættulega mikið sko. Maður farið létt með að bæta á sig 30 fyrir hlutverk. Já. Ég held að það sé bara léttasta sem ég myndi gera, það var að bæta á mig kílóum fyrir hlutverk. Drauma hlutverk, ég myndi eitthvað ringja bara, heyrðu, þarfst að vera svona 130 kíló. Maður fengi bara að vera í eðlum allan sólarhringinn og fengi að vera í friði, það var ekkert fyrir að tauði manni. Ég væri með 2 kleinurringi hérna núna. Já. En allavega þá eru þeir greinlega góði vinnir, Matthew McConaughey og Tom Hanks. Svo er ég með meira slúður, þetta var nú reynda búið að koma fram á Vísi, sem að mér finnst alltaf verra þegar slúður mitt er búið að koma á öðrum netmiðlum. Þú vilt vera fyrstur með slúður? Já, ég vil vera með brakandi festslúður. En Paul McCartney, hann var að taka upp hanskan fyrir Miley Cyrus á dögunum og sagðist ekkert sjá að hegðun hennar og þessari hátíð þarna, VMAs. Hún hafi bara verið í fötum og bara verið að flippa og hafa gaman. Og þetta, hann kom líka með góðan punkt. Þetta hefur verið svona í gegnum tíðina. Það er bara, það er bara annað tíðrandi í dag. Já. Fyrir 20 árum var allt vitlaust þegar Madonna var að taka vídeo í kirkju. Já, einmitt. Og Madonna var að sjokkera alla fyrir 20 árum síðan með sinni hegðun. Já. Nú bara í dag er 2013 og þú þarf bara aðeins meira til þess að sjokkera sko. Hvernig verður það 2040? Þá eru það bara mýg upp í hvort annað á sviðinu eitthvað, ég veit ekki. Eitthvað til að gera. Já, ég meina, þetta fyrir alltaf að vera erfiðara og erfiðara. Og þetta er svolítið góður punktur. Já. Það sem að þótti rosalegt fyrir 20 árum er bara ekkert í dag. Nei. Þannig að svona er bara þessi bransi. Já, mér bara leiðilegt að bjóða hlustendum upp á þetta slúður. Þetta var alltaf búið að koma á Vísi. Já, ekki verið að minna með það.
ég ætla að halda það fram hérna. Svo í lokin, Chris Humphries, veistu hvað það er? Nei, gríptótt. Það er jólasveinninn sem giftist Kim Kardashian um daginn. Er hún ekki með Kanye West? Jó, en hún var gift í hálftíma áður en hún skildi og kynntist Kanye West og... Hvenær ætlað þú eiginlega að ringi pappa minn og tala um Ringi mér hann eftir. Ef ekki gera það? Já. Það geti aðeins spjalla svona þáttinn og... Já, ég ætla að spyrja hann hvort hann sé í alveg svona forfallin Kardashian aðgrándi. En Chris Humphries, hann keypti sér satt trúlónarhring Kim Kardashian á sínum tíma á $2 milljónir sem eru 240 milljónir íslenska króna. Hvorki meira enn minna. Þeir sletta skýrjunni sem eiga það. En seldan á aðeins 749.000. Fólk var ekkert rosalega spennt að kaupa trúlónarhring Kim Kardashian. Það var ég ekkert hissa. Nei, ég skil það nú bara mjög vel. Þannig að hann skíttappaði á þessu öllu saman. Já. Þetta var slúðuparti dagsins. Þetta er alltaf þannig maður, það er alltaf... Og veistu hvað? M&M og Ammal í dag. Það? Herri, ég ætla að spila 3 M&M lög í dag. Ef þú ekki taka einn high five og gera eitthvað í því? Jú, ég ætla að vera með reyndara fyrir auglýsingar en ég ætla að spila M&M strax hér og eftir. Og hann er 41 árs kallinn við óskum honum innilega til að hamingja með það. Landsbankinn og BOK kynna Eldhúspartí FM 957. Stórkostleg tónlistarveisla í stúdendakjallaranum á Háskólatorgi. Næsta eldhúspartí fer fram í kvöld. Framkoma Úlfur CCA Kaleo og Dikta. Sérstakur gestur kvöldsins er Kött Grá P. Heppnir hlustendur FM 957 geta nælt sér í borð fyrir 4 með veglegum veitingum bæði í fljótandi og föstu formi. Upplifðu alvöru eldhúspartí með FM 957 í stúdendakjallaranum í samvinnu við Landsbankann og BOK. Þú fær fyrir partíið og eftir partíið í 10.11, Hagkaup og N1. BOK. Ávallt síðasti sopinn. Nú fá allir nýjir námufélagar 5.000 aukakrónur ásamt inngangugjöf. Kynntu þér málið á náman.is. Landsbankinn. Raftónlistarmaðurinn Einar Indra og duettinn Drebrún spila á Hressó 50. 17. október. Frítt inn í boði Víking Léttöl. Þá vil ég fá mér búst með þér. Keaskir. Prótínríkt, bragðgott og mjúkt í máli. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Reykja vodka kynnir. Útgáfutónleikar Vök, 5. 17. október á Keks Hostel. Húsið opnar klukkan 8:30. Miðastaða er hafin á miði.is. Tapasbarinn er 13 ára og býður öllum upp á afmælisveisludagana 21. og 22. október. Frábær tilboð í gangi. Tapasbarinn, sjóðheitur í 13 ár. Trúbador í kvöld og 5 Karlsberg í fötu á 2000 kall. Hóm, Austurstræti 12. Sexfaldur! Varstu búinn að ná því? Lottobáturinn er sexfaldur og stefnir í 60 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Austur kynnir í samstarfi við Karlsberg Léttöl. Skemmtilegustu 50-kvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Karlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst í kvöld á Austur. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Always want you. Flott laglega. Mjög aðeins með. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð, það styttist hér í stigagangin, stjórnun og fleira, Íslands slúður og hana. Augljós og staðarendir. Já, það er verið að sýnist það. Mjög spenntur fyrir þetta. Finnst það leiðilegt að ég minnist svona á þér?
Nei, það er náttúrulega líka sturlar. Já, það er sturlar, já, það styttist nú við þær. Það styttist, já, það er enda mjög stuttið þær. En sko, Steindi Junior hefur nú minnst á það oftar en einu svona oftar en tvisvar þegar ég er að fara með slúður hér í þættinum. Já. Að pappans horfi mikið á Kardashian fjölskylduna. Já, ég hef svona laumað í inn, það er alveg rétt, sko. Og við hefum nokkuð sem alltaf hringi hann. Já. Ég fór bara svona velta fyrir mér ekki komin tíma á það bara núna, hringi hann í beinni það. Jú. Heldur hann svari það? Já, hann svarar alltaf. Gerðum ekki leða, skrifaði númer hans hann á blað og sýndi mér hann, ég geti hringt í hann innan. Hann svarar alltaf þegar einhver hringir, hérna. Hann svarar alltaf þegar einhver hringir, honum finnst svo gaman að spjalla, sko. Ok, það er þá hringi, hérna maður sjá. Þú tala svolítið við hann, ég skal stjórna þessu. Má ég fara með hann í 50 spurningar sem hann á að gera í kynlífinu? Nei, ertu eitthvað geðveikur, þú ert ekki að fara í þannig. Halló. Já, hæ. Pabbi. Já, hæ. Hæ. Er það Steindi Senior? Jú, svo sami. Þú ert hér í beinni útsendingu í FM 95 Blöð. Já, takk fyrir það. Hvað segirðu, ertu ekki ræðis? Jú, mjög. Hvað er verið að brasa á þessum 50 degi? Já, bara verið að fara að sikja bókaldi og svona. Já, bókaldaðan Steindi Junior. Lítur þetta ekki bara vel út hjá mér? Jú. Já, ég vona það. Já. Er hann ekki... Við höfum ekki talað um skattin í beinni, sko. Nei, er hann ekki óttalegu tossi, hann svonuðin? Nei, alls ekki. Tossi? Ég er að tala við pappaði núna, Steindi. Já, allavega, ef hann kom einhver heim, þá varum við mjög stolt af því. En hvernig, áður ég ætla að spyrja út í slúrið, fyrst ég með þig á línunni. Já. Hvernig var Steindi á úlingsárum? Var þetta kvennagull? Ég gleymdu þessu blöð. Já, ég veit ekki hvað ég má segja mikið í beinni, en hann bara, við erum rosalega ánægð með það bara. Já, hann hefur aldrei átt í vesenni með stelpunnar. Nei, hann er sko... Heyrðu þetta minn, hann er bara ánægð með þetta. Já, en hann fær ekkert að koma nær heldur 200 metra á húsinu, sko. Nei, það er bara bann. Já, hann var ekkert að koma nýja pallinn. Já, þau fengur leið á svona myndavélum og stemmi. Já, jú, hann er allir komað pallinn, sko. En hann er búinn að vera að minnast ofta á það hérna í slúðurinn, hann Steindi, að þú fylgist vel með Kardashian fjölskyldunni. Ertu að horfa á þá þætti, Steindi? Já, mjög mikið. Í alveg? Já, mikill áhuga að vera Kardashian. Ok, hvað er það við það? Ég var ekkert að ljúga þér, þetta er alveg takksamt. Og horfir á hvað þá, í channel eða? Ég er bara með pakka hérna og skjá einu sem ég horfa á. Já, ok. Og finnst þér þetta skemmtileg fjölskylda? Þetta er bara alveg meira alltaf, sko. Þarna sérðu bara hvernig lífið er, sko. Já, hver er skemmtileg eftir í fjölskyldunni? Það er betur, hvað heitir það nú? Ég held að það heitir Skott, held ég. Skott? Já, það er bróðir hennar. Ég trú ekki ég veit ekkert hvað það er að tala sko. Ég hef ekki séð eitt svona þá. Þetta er alveg meira að það gæja. Hann er alveg bara í fjörunni, sko. Hann Skott? Já, hann er nú... En pappi, þetta er ekki... Það er alltaf eitthvað gaman... Þegar hann er alveg við, sko. Pappi, þetta er ekki upp á alls þátturinn. Jú, þetta er alveg upp á þátturinn. Ég horfði ekki á hana. Þú horfði líka á Amazing Race. Já, það er nú ekki Sam og Kardashian, sko. Þú ert ekki að skammast þig fyrir að Babbi sé stærsti aðdáandi Kardashian, sko. Hann verður bara að taka þessu, sko. Já, ég tek þessu. Já, býttu Skott, er það sem er kærasti systir, Kim? Nei, já, heyrðu, þið vitur hún lítið þetta, sko. Já. Að Skott er kærasti hvað er það, Kortni, held ég. Og skal ég segja, þetta er bara minn maður, sko. Já, ok, það er fjör í honum. Já, mikið fjör og mikið gaman, sko. Hann er svona sá sem að hristir upp í familiðinni, sko. Já, gott. Hvernig er næsti þáttur á dagskrá? Já, það er nú það. Þú voru að tjekka því. Það er að vera elmendis maður, búin að vissa 14 þáttar. Já, það voru að græja þetta bara DFD. Það verður bara tekið í einhverju flashback. Já, en takk kærlega fyrir að svara og gaman að heyri þér, Steindi. Í fyrsta sinni heyri þér sem þetta. Já, sömuleiðis og þið eru alltaf velkomin á pallinn. Já, ég er bara að vera að kíkja. Við kíkjum á þetta við tækjafæri. Já, tökum við fyrir saman. Ok. Ok, bye. Ok, bye. Já, þú varst ekkert að ljúga með pappa henn. Senior er hessmaður. Já, hann er all in bara í Kardashian. Hann er bara horfir á þetta maður, alveg, hann dýrkar þetta. Já. Þú heyrðir að hann vissi allt þetta, Skott og hvað sagði hann, Skott og ykkur Gregory eða ykkur. Nei, og svo kærast hann hans eitthvað, það er svo langt sem ég horfði á þetta, ég er ekkert inn í þessu sjálfs. En núna veistu svona hvernig, þú veist, þetta gaf þér ágætis mynd á hvernig svona boð eru hjá mér.
ef það eitthvað kaffi og svona, þá talað Kardashian-fjölskylduna og Amazing Race. Já, svo fæði maður að sjá pallinn. Já, ég fekk nú að sjá pallinn í sumar. Já. En þessi hérna snillingur á afmæli í dag, hann 41 árs og ætlum að spila allavega 2 viki 3 lögum í dag. Já. Þetta frétta mínum upp. Við erum að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Það Auðun Blöndal og Steindi Junior sem með ykkur á 5. degi. Og já, sko, þú vildir kíkja núna í, hvað sagður, steiktan stigagang. Ég ekki alveg að fatta þið. Já, sko, við höfum náttúrulega verið að taka stegaganginn, mjög greimt undanfarið og við höfum verið hérna töframenn sem alltaf verið með sýningu, við höfum verið að nýfluttir inn og vilja eyða húsjónum og verið með dúfur í hérna hjólageimslinni og sameiginlegt Facebook og svona. Sameiginlegt Facebook, veit ekki hvað. Mér datt í hug. En höfum þetta bara einfalt. Einfalt? Mjög einfalt. Við hringjum bara og reynum að fá hluti lánaða. Já, og bara grilla. Grilliliðinu. Já, bara reyna að fá hluti. Ok, bara reyna að fá eitthvað lánað frá nágrannunum. Segjast það nýfluttur inn og svona tjekka hvort það sé að fá eitthvað lánað hjá honum. Já, en það væri skemmtilegt að þetta væri svona furðulegi hlutir. Já, eins og þú segir, svona eitthvað steiktur stigagangur. Já, ég til ég. Ok, hvort viltu byrja að vera eftir? Herru, skulum láta þið byrja. Ég byrja þetta. Já, það vonast að þú myndir byrja. Ég er komin með, komin blokk. Já, komin blokk. Já, Ingveldur. Já. Komdu sæl og blessuð Þröstur heiti ég og nú svona tiltölulega nýfluttur hérna á stigaganginn. Nú, já. Hvernig sæki ég að þér? Já, það stilaði við mig. Hvað segir þetta? Fluttur í húsið hérna? Já, komin hérna í þetta samfélag ykkar. Ekki fínasta hospitality í gangi og svona? Hérna? Já. Í húsinu mennaru? Já. Jú. Nei, ekki, hvað hérna? Ætlaði að líta við eða hvað? Nei, ég ætlaði nú bara, það nú kannski ég myndi að kíkja eftir. Ég ætlaði bara svona að heyri í ykkur og svona aðeins að kynna mig. Já. En hvernig það? Er fólk að lána svona á milli, veistu það? Lána hvað? Nei, eins og núna, ég nú bara heima og ég byrja nú ekki að vinna fyrir inn í nóvember. Já. Veistu, áttu einhverja góða DFD-myndir eða eitthvað svo leiðis? Ég? Já. Já, nei, ég hef ekki tryggja af því. Nei, þú ert ekki vært með Can't Jump á DFD? Nei. Nei, hvað áttu? Ég er með fínasta safn, sko, ég er bara komið leið á þessu öllu, maður. Ég er bara með svona eiginlega barnamyndir og annað slíkt, það er ekkert öðruvísi sem ég er með. Það er enda skemmtilegt fyrir Guttan, hvaða teiknimyndir ertu með? Ég er með hérna... Áttu Aladdin? Mamma Mia og allt svona og... Mamma Mia, já, hún er nú skemmtileg. Kannski fá hann að lána það hér. Ertu þarna hjá þér? Hvað segirðu? Ertu með börn og konu þarna? Nei, konan hafði nú ekki mikið áhuga að koma með söður. Nú, já, ertu að flytja þetta á landi? Já, en ég er hérna með 3 börn. Þú ert einn með það? Já, og þannig að þetta verður að challenge eins og það kalla þetta. Já. En það þýðir ekkert að kefast upp. Nei, það þýðir náttúrulega ekkert. Ertu með eitthvað tölvuleiki? Nei, ég er ekki með neitt svoleiðis. En eitthvað svona tölvuspil og eitthvað svoleiðis? Nei. Ekkert svoleiðis. En hvernig, ert þú Ingveldur eða hvernig er þetta hjá ykkur? Heyrðu mig, ég er nú eiginlega í hinum símanum líka, svo ég má ekki tala bara saman. En ertu með Trivial eða Alias eða eitthvað svoleiðis? Nei. Ekkert eitthvað, áttu Mikado? Nei. Áttu Bolta? Bolta? Já. Nei, ég á nú ekki mikið af þessu. Áttu Egg? Egg? Já. Hæ? Venjuleg hænuegg? Já. Já, þetta á ég þau. Getur hann ekki leikið sem með það? Nei, það lætum ekki bara til leikið sem með hænuegg. Já, ég var að spæja að myndi teikna það og eitthvað svona, ekki alltaf að vera að lita át og eitthvað? Já, ég veit það ekki. Mætti ég stela ég á 2-3 og hendi í Guttan? Áttu þú ekki egg sjálfur? Þau þú þér ekki egg? Nei, ég á ekki egg núna. Ég á kannski egg á morgun. Ég var að spæja bara að hann ekki til að láta hann hafa á eftir til að leika sig með. Já. Mætti ég sækja á hvað hæð ert þú, Ingveldur? Ég er hérna á 4. hæð. Já, þú ert bara hérna rétt fyrir ofan. Já. Áttu 3 egg svo hann getið sér leikið sér strákurinn? Nei, við skulum nú ekki vera að láta þetta leika sér. Það er ekki skal ég segja þetta. Þau verður nú að hugsa betur en það. Já. Það er þetta kannski. Hvað ertu með þá? Nei, ég er ekki með neitt svona fyrir börn. Já, en hérna, en bara svona í lokinn. Áttu mjólk? Nei, ég ekki, aldrei. Nei, en brauð? Þá ég brauð, en ég meina, þú hlýtur nú að bara hafa eitthvað til þess að lifa. Já, en ég var að spæða hvort að strákurinn getur leikið sem er brauðið aðeins. Heyrðu, hvaða fíflagangur er þetta eiginlega?
Það er ekki vinsælt kannski. Heyrðu. Má ég sækja í það smá brauð og egg? Þetta er þessu hérna. Allt í lagi. Má ég sækja í það smá brauð og egg? Blessaður. Þetta var þetta ekki ómikið Ég veit að allir mig grill í dag Þetta var ómikið bull. Nei, þetta var nákvæmlega sem ég vildi fá að heyra. Hún var orðin pirruð, hún átti ekki egg og hún átti egg, vildi ekki láta fá egg, hún átti ekki mjól. Hún átti brauð. Þetta var algjört rugl. Já, þetta er æðislegt. Fáum eitt lag og svo hendir þú þér í einhverja steik þá. Nei, það er vist auglýsingar. Corona kynnir hrekkjavökupartí hjá Geysi Records á Harlem. Laugardagskvöldi 27. október. Framkoma A-Paul frá Portugal ásamt DJ Margeir, Yamaha og fleiri flottum plötusnúðum. Hluti af tekjum kvöldsins renna til styrktarfélags krabbavinssjúkra barna ásamt því að verðlaun verða veitt fyrir flottustu búningana. Miðasala fer fram í partybúðinni í Skeifunni. Nánari upplýsingar á geysirecords.is. Austur kynnir í samstarfi við Carlsberg Glettur. Skemmtilegustu 50-dagskvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst í kvöld á Austur. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Það er Kringlukast 50 til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kortartímabil. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Carlsberg og Agent.is kynna Project X á Hendrix við Gullinbrú laugardagskvöldið 19. október. Framkoma DJ Óli Geir, Pink & Purple og Nixo. Ekki missa bjórbongum, bírpongi og hoppukastalanum á Hendrix við Gullinbrú. Project X, þú finnur ekki ruglaðara partí. Í 10-11 Lágmúla og Austurstræti færðu holla og góða rétti frá Ginger sem eru eldaðir á staðnum og endast þér allan daginn. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Reika Vodka kynnir. Útgáfutónleikar Vög, 5. 17. október á Keks Hostel. Húsið opnar klukkan 8:30. Miðasala er hafin á miði.is. Bátur mánaðarins á Subway er skinkubátur og kostar aðeins 450 krónur. Subway, eins og þú vilt hafa. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Ég heiti Unnur Eggertsdóttir og ég ætla að fara yfir allt sem tengist músík, bíómyndum og popkultúr í dag. Unnur Eggers mætir með Pop og Coke. Ný skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna. Pop og Coke, föstudag klukkan 19:20. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Það er Íslandsbanki og Coca-Cola sem færa þér Pop og Coke á stöð 2. Trúbador í kvöld og 5 Carlsberg í fötu á 2000 kall. Hóm, Austurstræti 12. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hlustendur, við erum hér á mjúkunótunum í FM 95 Blö. Nei, djók, við erum hressir, eða ekki? Þetta var svona skemmtilega opnun, öðruðsig. Góð djók hér. Svona lauma inn svona. Já, þetta var bara mjög gott djók. Góðir hlustendur. Líka alltaf gott að þú þarfst að segja djók. Já, það er hrikalegt. Það má ekki segja djók eftir djók. Nei, þá er djók ekki bara gott. En hvernig ertu? Ég er faldafín. Er það ekki? Jó. Við vorum að sækja okkur vatn. Já. Hlaupandi hérna í stúdíó. Já. Og ætlum að fara feskir í sturlaða staðrindir. Það er rétt hjá þér, sturlaða staðrindir eru tilbúnar. Þær eru 10 eins og alltaf. Minnum að svo augljósa staðrindir sem ég fyrir eftir. Lakka svo til. Ákveður átt alltaf að minnast á það þegar ég er að fara í sturlað? Nei, mér bara hlakka svo rosalega til. Ég hlakka til að fara í þér. Já. Nefnum við ekki einbytt okkur að sturluðum fyrst? Jú, en það er spennandi í dag. Veist það, að þú ert fann að færa aðeins upp á skaftið? Nei. Nei, augljósu staðrindir hennar. Nei. Þú ert að miskilja þetta alveg. Ok. Ég er til. Ertu ekki spenntur samt fyrir sturluðum? Jú, hefurðu séð hvernig, sérðu mig? Já. Ég kom með lappirnar upp á borð og... Þú ert þetta mjög spenntur að sjá. Já. Þá byrjum við. Það er hægt að brosa á 18 mismunandi vegu. Já. Samkvæmt sturluðum staðrindum. Ok. Má sjá, gefðu mig 5. Já, þetta er mjög gott bros. Það? Æ, við þurftum að vera sjómarfinn núna. Alltaf svo hrikalegt að vera grænt. Það sér okkur enginn. Og hvernig ertu með lúmst bros?
Meira sér þetta skít í því þannig. Getum við ekki sett eitt svona lúmsbrosin á síðuna? Jú, aldrei, hendur við bara inn á Twitter eða eitthvað. Svo næsta, það eiginlega ekki hægt að sína öll brosin hérna þegar við erum í útvarpi. En þá vitið það er þetta brosa 18 mismunandi vega. Já, og við hvetjum auðvitað hlustendum til þess að prófa það. Já, líka bara hvetjum hlustendum til að brosa. Það er mjög hollt og gott að brosa. Það leysir endorfín og því líður bara betur. Og meira segja sko að það er sturglu staðrind að fake bros gerir gott fyrir þig. Já. Þannig að þó setja í vonduskapi, því vaknar og ég ger þetta stundum á mótnana. Setja ekki eitthvað saltstangir upp í sig? Nei, þú þarfst ekki að halda, þú veist, bara og feikar bros sem segja það. Þú veist, ég er ekki brosan einu, ég bara... Nei, ég bara spáði hvort það er ekki fínt að láta, þú veist, eitthvað svona sem heldur þannig. Nei, þú þarfst að brosa. Þú veist ekki að láta halda þessu uppi. Ok, en nú lætur eitthvað tói í háraðar eða strekkja svona á... Nei, þetta þarf að vera bros, Steindi. Ok, ég bara spáði hvort það væri svona eitthvað létt leið til þess að það klípa andleiti svona upp, það gerir ekki til þið. Nei, endorfínin kemur þrú brosir, sko. Og ég byrjar að haga lífið mínu eftir styrkluðum staðnendum. Hann ofta á mótnana, ef ég er þreyttur og pirraður, þá byrjar ég bara svona að reyna að brosa. Af því að það hjálpar. Og þegar þú sér höfrung, þá reynur að tjá þig við hann. Já, og spegla mig með hann. Það er svo reyna, undirmeðvitund þín er 30.000 sterkari heldur en meðvitund þín. Hún er mun sterkari undirmeðvitundin. Já. Og svo er það hér, þegar þú elskar einhvern... Hefur eitthvað dreymt það skemmtilegan draum? Já. Að þið langilega frekar að það sé líf þitt og þau vart vakandi þessi draumur? Ég á einn draum sem að það er ekki það langt sinni ég dreymd hann að ég var pirraður þegar ég vaknaði. Mér dreymdi að þetta er alltaf sama málverki. Sama málverki? Já. Það er leiðandi draumur þannig. Það er hrikalegt. Já, herru, hérna... Veistu hvað mér dreymdi eins og líka? Ég er bara svona að hreinsa andrúmsloftið svolítið. Ég var að leika í leikriti. Sem var rosalega leiðilegt og rosalega langt og draumurinn, hann var bara eins og rundtíma, ég var bara að bíða eftir að fá að hoppa inn á sviðið og svo beigði ég baksviðis og þetta var bara svona, þú veist, eins og ég væri bara í vinnu eða eitthvað, alla nóttina. Leiðilegu draumur? Já, og ég vaknaði bara þreyttur. Þetta er ekki skemmtileg saga. Alveg æðislega, má ég halda áfram með Sturlaðar? Já. Þegar þú elskar einhvern, að þá verða hæð, þyngd og aldur bara einhverja tölur. Skipta engum máli. Ástin er blind. Ástin er blind, það er Sturlustaðarinn. Það er samt ekki alveg, sko, ástæðan fyrir tók þetta því að ég get ekki verið alveg sammála þessu samt. Nei. Ég meina, þú veist, ef þú 33 ára gamall, þá ertu ekki að fara að byrja með 13 ára stelpu. Já, mér myndi finnast mjög förulegt að þú myndir hringja og segja, heyrðu, ég byrjaði hérna með 17 ára stelpu. Já, það myndir finnast að, hvað sagður þú? 17 ára stelpu. Já, hvað, mjög sérstakt. Mjög. Já, reyndu reyndu ógæslegt. Ég myndi segja, Auður, nú tölum við saman. Já, það er ekkert sérstakt við það er viðbjöður. Þannig að ég get ekki verið sammála þessu að þetta séu bara tölur. Ekki horfa svona á mig, þú varst ekkert að byrja með 17 ára stelpu. Nei, ég er að segja bara að það væri horfbjöður. Já, það er rétt þér. Svo er það hér, það er smábær í Bandaríkjunum sem bannar ljótt fólk. Bara fallegt fólk má flytja í bæinn og það þarf að koma fram fyrir nefnd þegar það er að flytja hann í bæinn. Þessi fannst mér skemmtileg. Já, og hvað, þú veist, hverjar eru kröfunar? Já, hversu leiðilegt er líka þegar þér er sagt bara að þú megir ekki flytja í bæinn. Já. Bara, herru, við ætlum að koma okkur fyrir hérna og segja okkur ekki. Nei, það bara gengur ekki. Akkur, þið standist bara ekki kröfur. Maður mætti ekki vakna með ljótuna. Nei. Það þurfti bara að fresta þessu. Já, fresta bara umsóknin í bæinn. Já, maður þurfti að vera nýkliftur og jafnvel að hoppa í eitt svona ljósatíma eða eitthvað. Maður þurfti að vera vel ferskur á því. Fínt að kannski nýkomin úr útlöndum og eitthvað svona, þá maður ótt voða. Ég myndi nota allar þessar aðferð til að brosa, þessar 18. Já. Þú setjir stólu og það er gretta mig alveg svona að ég fengi bara skokkin í þorpið. Svo er það hérna næsta. Það besta sem þú getur gert er að verða fyrir bíl. Það er að hoppa, þá er ég náttúrulega ekki að tala um og þú náttúrulega reyna að koma þér frá. Já. En ef það er of seint. Já, ef það er of seint, þá áttu að hoppa upp. Já. Þannig að munið það, kæru hlustendur, nú er ég að hjálpa ykkur. Já. Því að þá ferði ekki undir hann og ferði ekki með honum, heldur skellur á rúðinu. En er það ekki eitthvað sem allir myndu gera? Já, ég held að. Er það ekki bara svona... Bara rosalega skrítið að leggjast niður. Að leggjast niður, já. En þú veist, þú verður eiginlega bara að hoppa. Já, en sumir náttúrulega bara standa að kjöru, bara frjósa. Já. Þá bombar hann í lappirnar og þú ferði undir bílum, sko. Það er munurinn á doers og thinkers. Já, ert þú að doer? Ég er doer. Já, ég er að hoppa. Já. En ég hoppa ekki hátt. Ég myndi fara inn í framrúðuna. Þú ert ekki með neitt gríðarlega stökkkraft? Nei. Ég get alveg lofað því. Getur þú hoppað eitthvað? Get ég hoppað eitthvað? Já. Þetta get ég hoppað eitthvað. Ég get alveg tróðið í lága körfu. Nei, þú ert ekki típan. Ég sé þig ekki fyrir mér að hoppa. Ég myndi núna fara á, sko, ég get alveg farið bara á leikullinu upp í Hagaskóla og tróðið þar. Ég get hoppað.
Þú ert ekki að tróða á neina körfu nema kannski svona körfu sem hangir á hurðinu. Þetta segir mér, ég get ekki hoppa neitt. Ég sé fastur við jörðina. Nei. Það er ekki... Ég veit alveg þú getur hoppað á blað, fjandinn hafið það. Þú ert ekki 600 kíló. Ég segi ég geti hoppað meter upp í lofti. Aldrei. Jú. Nei. Akkur ekki? Ég er að horfa það núna, þú ert ekki að fara að hoppa mikið. Ég var til að ég myndi bara mæla það. Já, við skulum bara mæla það við tækifæri. Svo kemur hér næsta. Lengsta kóma sem hefur verið vakna úr eru 37 ár. Já, pælið því maður. Það er rosalega mikið maður. Það er hrikalega mikið. Og örugglega erfitt að vakna. Já, þú veist. Það hefur margt breyst á 37 árum, sko. Hvar er þetta internet geimt? Já, ég meina hann er ekkert að fara að henda í iPodin, sko. Nei, heldur að myndir reyna að fara á thehun.com. The Hun? Þetta var djókuð fyrir nokkra aðnúti. Förum ekki meiri í þetta. The Hun? Já, þetta bara... Leið mér að vera með? Nei, ég segir þetta. Þetta var bara brandari með gamli, þetta er gömul heimasíða. Eitthvað klámsíða? Nei. Jú, okkur er þetta eitthvað svona, eitthvað viðkvæmt í þess. Þetta er bara, höldum áfram þessar staðrendir. Hvað fóður þetta? Hvað er þetta, dýraklám eða? Nei. Herru, ok, næsta. Karlkyns rottur stundar kynlíf alltaf 20 sinnum á dag og það skiptir engu máli með hvaða rottu, systur, frængu, móðir, þeim er drullu saman. Já. Og það er eiginlega bara ógeðslegt eins og rottur eru. Já, það eru mjög ógeðslegar. Bara farið í hvað sem er. Já, og mávar líka, sennilega. Það er fljúgandi rottur. Þú ert ekki hrifin af máum? Nei. Ertu hrifin af þeim? Ég er ekkert hrifin af þeim, en... Ég er ekki að tala ég veit alveg út ekki skotin í má. En þeir bögga mig ekkert, sko. Ekki neitt? Nei, okkur. Hvað hefur máfu gert mér? Hann hefur kannski ekkert gert þér neitt. Jú, kannski. Ég meina, ef þú fer á Metro, þá þarf að taka störukeppni á máf á meðan þú borða hamborgara. Það er mjög leiðilegt. Ég væri til að sleppa það, ég væri til að borða hamborgara minn. Betur á Metro? Já. Býta okkur að fer í störukeppni með máf þú ert að fá það borgara. Af því maður fer á planið og gúfar í sig. Ert að borða í laumi? Af hverju borðar ekki fyrir inn á staðinu með svona fólk? Hvað minnur? Borða í laumi? Ég er að segja frá þessu. Ert í bílnum bara baku dömsterið eða? Með sex tísara? Nei, ég fæ mér stundu 2 tísara og fer bara svona og take it on the road, skilur? Já, ég skilji. Þá ertu í störu keppnið með Já, þá lendi ég stundum í því að það kemur máverðin á hútti og horfir á mig, bara beint í augun á mér. Já. Þá er það næsta stjórnlega staðreynd. Karlmenn eiga auðveldra með að þegja við leyndamálum heldur en konur. Já. Samkvæmt stjórnlegum staðreyndum. Já, og þá mútið segja mér eitthvað, ég færi með það í gröfina. Já, er þetta að treysta þér? Já, þú getur sagt mér hvað sem er. Það er málið. Færi með það í gröfina. Ok, það eru 2 eftir, en ég ætla að taka ára eftir. Nei. Ég ætla að geyma 2, jú, því að við erum komin tíma á lag hérna. Nú, hvaða lag? Og þess að líka þessi 9. er ekkert spes, sko. Kottu með þetta, klára þetta, fara hratt yfir það. Klára þetta, ok, númer 9. Heimsmeistarakeppnin í skeggi er haldin á 2 ára fresti. Næs. Nei, er það? Já, ég myndi í alvörunni kirkja höfrum hverju er með góða skeggrót. Ég er með lélega skeggrót. Ég er með fína skeggrót, en ég myndi aldrei fara að keppa í heimsmeistarakeppni. Nei, en samt ertu aldrei að leika með það. Akkur er þetta ekki með línuskegg eða yfirvaraskegg eða dónus. Línuskegg? Já, bara... Er til eitthvað hallaræslegra? Nei, ég myndi þú getur prófað það, út með svo fína rót. Já, en myndur þú fara hins vegar að horfa á keppnina? Heimsmeistarakeppnin í skeggi sem er haldin á 2 ára fresti? Já, ég hef tekkað á mottu keppninni á Boston. Já, það er allt annað. Það eru svo að síðasta stjórnlega staðreynd dagsins og ástæðan fyrir ég ætlaði að geyma þessar en svo er ég náttúrulega búin að græja þetta bara. Ok. Já, varstu með eitthvað twist? Já, það var smá twist sko, en ég er búin að græja það núna. Ok. Og þetta er stjórnlega staðreynd sem ég hafði mjög gaman að enda mikill aðdáandi og hér kemur hún. Það var heimilislaus maður sem að öskraði á Axl Rose þegar að Guns N' Roses byggu á göttunni í LA. Já. Do you know where the fuck you are? You're in the jungle and you're gonna die. Út frá því. Fættist. Þetta er skemmtilegt. Þetta lag, já. Nú, er það? Hann geymdi bara þessa línu, hún fannst þetta svo flott, hann skrifaði þetta hjá sér í stílabók, hann Axl Rose. Já. Og sagði við Duff McKagan sem var í Guns N' Roses á sínum tíma að ég skal lofa því að ég eftir að nota þessa línu í eitthvað lag. Svo alltaf þegar hann á tólningu núna þá byrjar hann alltaf Do you know where the fuck you are? Og þetta var útkoman. Svo kemur eitt frægasta lag þeirra allra tíma. Trösti Læs og Mercy Buckets á Gamla Gaugnum 5. daginn 17. október. Gamli Gaugurinn, eitthvað fyrir alla. Gaga eða Britney?
Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Það Kringlukast 50 til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kortatímabil. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Ótakmarkaða mínútur og SMS óháð kerfi ásamt 1000 megabætum á 4990. Alterna.is. Gerum tilboð fyrir hópa og afmælisveislur. Players, Búðarkór Kópavogi. Nánari upplýsingar á players@players.is. Ef þið vantar bíl, kíktu þá á okkur. Höfðabílar Fossvogsveg 27, beint fyrir ofan Ölgerðina. Sími 577 4747. Höfðabílar.is. Upp með legglífadar og tippum. Það eru 240 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2 við tippum. Umtalaðasti þáttur landsins. Vertu með í umræðinu. Ástríður á sunnudag klukkan 20:45. Smelltuður á áskrift í síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Það Santa María og Himnest sem færa þér ástríði á stöð 2. Trúbador í kvöld og 5 Karlsberg í fötu á 2000 kall. Hóm, Austurstræti 12. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verði í sterkara sambandi. Verði í sterkara sambandi með símanum þeirra hlusta hér á FM 95 Blö. Það eru Auðun Blöndal og Steindi Junior sem verða með okkur til 6 í dag og við erum í Fantagír, strákarnir. Hárrétt hjá þér, hárrétt. Og það komið að, stigagangnum. Ég tók minn á þann. Já, þú ert búið með þinn. Já. Og, þá er ekki eftir neina að bíða en að ég eigi bara vað í minni, þegar ekki? Jú, og þú ætlar að gera bara... Það er bara sama konsept. Já, þetta var eiginlega bara svona steiktur stigagangur í dag. Ég var að biðja um að fá eitthvað hluti að láni og... Já, akkurat. Þú ætlar aðeins að krydda það ekki, eins og þetta fara í eitthvað ferðalagi. Jú, ég er bara að fara, ég ætla að hafa þannig, ég er að fara í ferðalag bara með fjölskylduna. Já. Og það vantar bara hellingastöfi þetta. Við þurfum að fá hellingadóti lána. Já. Og aðtúa bara hvað gerist. Þetta er bara, ég ætla bara að hafa þetta mjög súreiliska hluti. Já, þú ætti ekki að vera að byggja um svepppoka eða neitt þannig? Nei, þetta er ekki bara upptakari eða vasklas eða eitthvað svona. Þetta verður eitthvað skrítið. Vasklas? Vasklas. Já, ok. Þá ætla ég að finna hérna, viltu ekki bara fara í stigagangi með hliðuna mínu með þann? Jú, ertu... Hljóma það ekki bara vel, eða? Ertu þú tilbúinn, Steindi? Ég er klár. Þá ætla ég að stempla hérna númerið. Ok. Og, klukkan var að vera 5. Og hérna kemur þetta. Elisabeth, sæl og blessuð, Ingimar heiti ég og ég bý hérna í blokkinni hér. Já. Hvað segirðu þá? Bara allt ágætt. Er það ekki? Jú. Heyrðu, þannig er mál með vexti að ég er á leiðinni hérna í smá frí, ég er að fara í ferðalag með fjölskylduna. Ingimar, ertu grunnmála 4? Já, ég er nú reykist eitthvað á þig. Já, þannig er mál með vexti að ég er að fara í, ég er búin að taka mig smá frí, ég er að fara á ferðalag með fjölskylduna. Já. Og það sem ég er búin að vera að pakka hérna niður. Þú ert búin að pakka niður? Já. Já. Og það er nú ýmislegt sem vantar hérna upp á hjá mér sem ég bara á ekki. Ég ætla að aðtöða hvort ég geti fengið lána. Ég hérna... Er þér illa við það? Hvað? Ég meina við báttu. Hvað þarf að lána? Sko, ég ætla að til dæmis aðtöða hvort þú væri með Þinner á DFD, hvort þú eigir hana? Hvort ég eigi? Þinner. Þinner? Já, á DFD, Þinner. Ertu að tala við rétt að konu? Ég er bara síðan til það. Já, akkurat, ég er bara að hringja í nágranna mína og aðtöða hvort ég geta að retta mér. Ég ætla að vera farin bara fyrir 4, sko. Já, ég hef ekki hugmynd það hvað setið ykkur Dimmer á DFD hjá mér. Já, Þinner. Hæ? Já, Þinner heitir hún. Þinner? Er þetta eitthvað fyrir... Þetta spilaði eitthvað?
Já, nei, þetta bara svona DFD-diskur sem maður horfir á. En svo alltaf ég aðtöða líka hvort þú ætti kannski Nirvana unplugged-diskinn. Bara að vera flottur í bílinn á leiðinni. Ég á ekkert svona. Þú átt ekki það, nei, ok. Nei, ég er ekkert inn í þessu. En áttu ykkur að beitu? Á ég eitthvað hvað? Ykkur að beitu? Beitu, hvað er það? Bara fyrir veiði? Nei. Ég held þú getur rettað með það. Ég er búinn að reyna að fá þess að beitu. En ertu hérna... Á hvaða hættir þú í krumahólu? Ekki áttu auka krukka barnamat. Ég er bara með 1-2 ára, við ætlum að drífa okkur, við nennum ekki að stoppa í búð. Ég á bara enga barnamat og það er enga lítið börn kringum mig. Nú, já, ok. Ég tala bara ranga konu, við hljóttum að vera 2 þannig í blokkinni. Nei, en þú ert ekkert með Gatorade prótein en eitt svoleiðis? Hæ? Þú ert ekkert með Gatorade prótein en eitt þannig? Vittu þessu það, ég veit ekkert hvað það er að tala. Á hvað hæði býrðu? Áttu ábreiðu? Á hvað hæði býrðu? Ég er 3. Þú ert á 7. Ég er á 3, sko. Ég er bara búin að búa hérna í 3 mánuði, sko. Já. Þetta er bara eitthvað rögg, sko. Ég er ekki með neitt. Nei, ég er búin að ringja líka í Dísu og svo ringdi ég áðan í Helgu og þær eru búin að lána mér eitthvað, þannig að ég ætlaði bara aðtöða hvort þú getur... Dísa og Helga, hringdir ekki borgildi? Nei, ég hringdi ekki hana, en sko... Guðrún og þau eru með alls mögulegt. Já, þau getur reyndar hjálpa mér, það er rétt hjá þér. Já. En þú átt ekkert, sko... Þú ert ekki með neitt svona... Þú ert ekki með köð og grillkryddið. Ég er ekki með neitt svona. Ekki þannig, en haldi kættibrósikur? Það gæti verið. Er það? Já, ég gæti látið hafa hann. En, ertu með einhverja sígarettur heima hér? Ég er bara svona gerðursíkart. Já. En ekki ertu með kínaskó með dúski og bjöllu? Er þetta Magnús? Hæ? Er þetta Magnús? Áttu spil? Er þetta Magnús? Nei, þetta er ekki Magnús. Víst þetta Magnús? Nei, því miður þetta... Víst þetta Magnús? Þetta er Magnús. Það er einu sem ég á til fyrir að haldi kanti brjóðsíkurinn. Já, þú náði mér alveg þar. Þú náði mér alveg þar. En hvað segir þau? Ég var nú. Ok, bæ. Hún er að bara hitta einhvern Magnús í kvöld. Kemur þetta í kvöld? Hún er þá línunni maður. Hún hendur á. Hún er að bara hitta einhvern Magnús í kvöld. Ég fekk hausverk á þessu. Shit, hvað ég þurfti að öskra þetta. En sko það besta er, hún segi ég kem með henni í kvöld. Hún er greið að fara að hitta eitthvað við og fólk setja eitthvað. Hún ættir að halda þetta að sé. Ég held að myndi lána þér þetta bíbli. Þú kemur með einhvern halvkjafti brössingur. Það var best í þessu, það var endurinn. Bara Magnús bara byrjar að grenja og láta þér bara... Ég held að þetta væri fyndið moment og hún er eitthvað djöðlasti klikkar í dag. Þetta er brössingurinn, hún náði mér alveg næstu því að eitthvað. Þetta var steiktur stigagangur, nú erum við báðir búinir. Ég hafði mjög gaman að. TKO, þetta er að nýjasta frá Justin Timberlake og það er ríkalega flott. Technical Knockout eins og það kallast, TKO. Lúdli, herru, þú veist að klukkan er 20 mínútur yfir 5. Nei, hún er 10 mínútur yfir 5. Er hún 10 mínútur yfir? Já. Ok, hjúkett, ég held að við mista þessu. Það er komið að augljósum staðrindum. Ok. Náttúrulega spenntur maður. Ég allur þegar það kemur það. Já, reyndar, augljósar geta verið fínar þeir. Þetta er svo gaman maður. Þú ert svo alltaf, ert ekki jákvæður? Ég er mjög jákvæður. Er það ekki? Jú, það er frábærar hér. Mér fannst Tína Sturlu að vera mjög góðar. Já, mér finnst bara, það er eina sem böggar mig stundu, það er út að bera saman Sturlaðar og augljósar því að sko, ég legg metnað og vinnu í Sturlu að leita þeim og meðan augljósar, hvað tekur það, 2-3 mínútur að skrifa þetta niður? Nei, akkur segir það? Nei, alls ekki. Þetta eru bara augljósar staðrendir, það er jafnært að finna þær. Akkurat, það er jafnært að finna þær. Herðu, hvað er að gerast? Hvað er Mr. Selfridge-bettinn? Já. Hæ? Rólegur. Akkur er þetta að klikka á þessu? Herðu, ég bara... Og hækkan? Akkur heimtar alltaf þeirra með þennan betta? Já, og bara hækkan undir eins. Og herra. Þarna. Ok, hann er komin á fyrir þig. Þarna er hann komin á. Auðun Blöndal. Já. 5. Þetta eru augljósar stærðir. Já. Það eru 3 augljósar. Ekki spurningar. Ég nefn ekki spurningar. Það eru alltaf 2 spurningar. Ekki spyrja mig aðeins þá. Nú spyr ég, ertu klár? Já, þú mátt spyrja mig að því og ég er klár. Þú ert klár? Fætis klár.
þá er það fyrsta augljósa staðreynd dagsins og hlustaðu vel. Ég er að hlusta. Kisur stunda ekki strippstaði. Nei. Ég meina, þau myndir náttúrulega bara mýt allt og svona. Þú getur ekki verið með marga kettir á strippstaði. Nei, ég meina... Þetta er staðurinn að ganga. Það get ekki kettir drikki þannig eitt. Nei, þeir drekka ekki á barnum. Nei. Kettir stunda ekki strippstaði. Þetta er svo heimst. Tilbúin í næstu? No. Facebook er vinsæl netsíða. Já. Þú ert örgulega rosalega lengi að búa þessar til maður. Það eru allir með Facebook. Já, hvað hugsaður þennan lengi? Hefur hugsaður hitt einhvern sem er ekki með Facebook. Þetta er ein vinsælasta síðan á netinu. Já, þetta er mjög vinsæl. Þú getur ekki fara á netinu að fara, þú kíkir alltaf á Facebook. Já, þetta er örgulega vinsælasta netsíða heims. Hún er mjög vinsæl. Já, heldur það að vera einhverja núti sem vissi það ekki það? Nei, þetta er bara augljós staðreynd. Facebook er mjög vinsæl netsíða. Já. Tilbúin í næstu. Þriðja augljós staðreynd dagsins. Ætlaði ekki. Tannstönglar klæðast ekki fötum. Nei. Þeir þurfa ekkert föt. Hvernig þetta er? Ég meina, ímyndar að væri búið að gera ykkur föt á... Ég meina, hvernig þetta er tannstönglar til að passa í föt? Það getur alveg passaði föt, vittu sig ykkur þið. Ég meina, tannstönglar klæðast ekki föt? Nei, þú varst að segja mér það og ég vissi það. Þú notar að ef þú ert búin að borða á eitthvað, getur notað tannstönglu og getur ekki fara að dressa hann upp. Nei, ég meina, tannstöngulinn gerir ekki sitt verk ef hann er komin í úlp og húu, sko. Þá fer hann ekkert á milli tannana. Nei, enda eru tannstönglar ekkert að klæða sig í föt. Þetta er augljós staðreynd. Fyrir utan það, tannstöngul, hann klæðist ekkert sjálfur, sko. Nei, já, en... Þetta er svo vitlaust, hann næri ekki nokkur átt. Já, ég er búin að ruggla sjálfa þig. Nei. Ok, þá er það 2 spurningar. Æ, maður. Þetta finnst mér skemmtilegt. Já. Ertu tilbúin? Í fyrstu augljósu spurningu dagsins. Já. Það eru 2. Okay. Tilbúin. Já. Hver er munurinn? Ertu að hlusta á mig? Ég er að hlusta. Hvað er að þér? Vá. Já, ég er að hlusta. Hver er munurinn á tölvu og bíl? Sjáðu, þetta er að leiðilega við hennan leikvinn. Það ætla að sé ekki svona 1000. Það er svo margt sem ég geti talað upp steindi og ég mun aldrei hitta það sem átt að byggja þá finnur þú bara eitthvað nýtt. Nei, skjóttu. Hver er munurinn á bíl og tölvu? Þú getur ekki keyrt tölvu til dæmis. Það var ekki það sem ég Nei, þú setur ekki bensín á tölvuna hérna. Já, ég var ekki það sem Það er ekki 4 dekk undir tölvunni. Hvað viltu að ég fari langt með þetta? Ég var ekki að leita því heldur. Nei, væntanlega ekki. Ertu búin að gefast upp? Gefast upp, þú bara finnur eitthvað þangað til að... Hvað, viltu að ég taki bara korter í þetta? Ég get sagt svo margt. Skjótt einu sem. Það er ekki hanskahólf á tölvun. Vitlaust. Það er engin girkass í tölvu, þetta. Það er engin girkass í tölvu. Þú ert ekki að vera að skipta gír í tölvunni. Nei. Já, bara, ok, þannig að þú var það kannski eitthvað annað, þú bara breytið þegar ég giskaði þetta. Nei, það stendur hérna á blaðinu, girkassi. Nei, ok. Það er ekki girkassi. Það er ekki komið þá? Nei, hækkaðu örlítið í betanum og það er komið að síðustu augljósu spurningu dagsins. Þessi er rosalega, ertu til í hana? Hver er munurinn á tölvumús og alvörumús? Það er endalaust. Nei. Ok, ég bara til að klára þetta. Alvörumúsin með augu? Sem dæmi? Ekki tölvumúsin? Já, það er... Alvörumúsin er með hjartslátt? Já, ég var ekki að leita því. Nei, alvörumús er ekki tengd í tölvu? Ég var ekki að leita því heldur. Alvörumús, ég steindi. Tölvumús getur ekki ost? Nei, það er ekki rétt. Nei, mitt. Hvað er það? Tölvumús er ekki með hár. Akkurat. Jæja. Tölvumúsin er ekki loðinn. Nei. Hversu óþægilegt var að vera í tölvunni og hún var í... Sjá svipinn á því. Það er eitthvað aðvíðast, þetta er áhengur. Hversu óþægilegt var að vera í tölvunni og hún var í loðinn. Ertu í karakter þegar þú ert í þessu rugglega? Þið myndi kýtli lóan. Sjá glottið það. Setur þið eitthvað karakter þegar þú verður í þessu daginn? Nei, alls ekki. Ég er bara svo ánægður að þú nærði aldrei að svara spurningunum. Nei, af því þú myndir breyta svarinu ef ég myndi giska á rétt. Þannig að ég myndi segja að vera 1-0 fyrir mér. 1-0 í hverju? Ég veit það ekki alveg. Takk hann að Mr. Selfridge bet og ég ætla að henda honum. Nei, hausverk á hann. Geymir mann í viku. Já, þetta voru augljósa staðreyndir, hvað varst í? 2 mínútur að finna þær í dag. En fannst þér ekki vera augljósar? Það voru ekkert smá augljósar maður. Það voru mjög góður þetta. Hver var áttu fyrsta? Fyrsta? Já. Man kisur stund ekki strippstæði. Það hefði þetta ekki, þeir myndu bara pissa þar og eitthvað. Já. FM 957 skemmtigarður í Smáralind og Pepsi kynna. Oktoberfest stemming á efri hæðinni í skemmtigarðinu Smáralind alla föstudaga í oktober.
stór bjór á 500 kall og keppni í tækjum garðsins með glæsilegum vinningum. Keppt verður í beerball, lasertag, mótorhjólum og hamri ásamt fúsballmóti. DJ heitir skífum alla föstudaga í október. Nánari upplýsingar á Facebook síðu skemmtikarsins. Auf Wiedersehen! FM 957, skemmtikarurinn Smáralind og Pepsi. Raftónlistamæðurinn Einar Indra og duettinn Drebrún spila á Hressó 50. 17. október. Frítt inn í boði Viking Léttöl. NetGiro, ný greiðsluleið á netinu. Skráðu þig á netgiro.is. NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Allt sem fer á netið verður þar áfram. Hvaða stafrænu spor barnið þitt að skilja eftir sig? Byrjum að tala saman örugg samskipti. Þú finnur góð ráð og leiðir á Vodafone.is. Góð samskipti bæta lífið. Vodafone. Austur kynnir í samstarfi við Carlsberg Léttöl. Skemmtilegustu 50. okkar með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst í kvöld á Austur. Ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði? En óvænt útgjöldin? Þau detta nú inn á bestu bæjum. Þá alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán. Ekkert stórmál. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það Auðun Blöndal og Steinþór Róar Steinþórsson. Hárrétt, já, Auðun Blöndal, hárrétt. Þannig að 5. daginn og já, eins og þið heyrið bara þá erum við í fantagýr. Já, merri fíling. Það 5. dagur og Fyllandi fílingur. Fyllandi fílingur og menn eru komnir með nett og voru í bunkinn og það sól og fínt viður. Það ekkert sól en það búið að vera ágætis veður upp á sig. Já, það búið að vera svona, já, búið að glitta í þessa gullu. Glitta í gullu, en það komið að dagskráraliði sem skemmtilegur og heitir Stjórnun. Já. Og eins og áður við komum fram, þá erum við ekki að stjórna okkur öðrum í þessum dagskrárliði, svona eins og við gerum í gamla dag í sjónvarpinu, heldur erum við að stjórna ókunnugu fólki út í bæja, meira þú Steindi. Akkurat, sko, við höfum sendt nágranna yfir með klósettpapír. Já, síðustu vikur vorum við með nágranna að drepa kónguló. Já, bara fór út með blað og var að fara að drepa kónguló. Já. Sem var nýkominn frá Portugal. Já. En í þetta skipti, þá ég að hugsa að vinna svolítið með það að ég sé fastur í skottun á bílnum mínum. Já, og ætlar að fá nágrann út til þess að koma og opna fyrir skottið. Já. Það mér líst vel á það. Já, það ekki. Jó. Heldur þú að ég nái að fá einhvern út? Ég svona, eins og ég sagði við á hann, ég hæfilega berþinn á það. Þetta er svolítið mikið rugl, en ég vona það. Ok, ég ætla að reyna það. Og, herru, ég að finna hérna blokk. Ert þú tilbúinn? Halló. Ég klár. Halló, Sigrún. Má sjá. Já. Sæl og blessu Guðmundur hérna megin. Já, blessaður. Hvað segir þú þá? Hérna í blokkinni? Hæ? Guðmundur hérna í blokkinni? Sigrún? Já, þú ég átt að með á hverju Guðmundur. Já, ég bý hérna í blokkinni hjá þér. Já, hvað í blokkinni? Ég á 3, herðu, ég í vesenni, Sigrún. Nú? Ég var hérna úti á plani, ég að selja bílinn og ég að gera hann upp. Já. Og ég var að þrífa skotti hjá mér og svo lokast það eftir mér og ég fastur í skottinu. En bíllyklarnir eru fyrir utan. Ertu inn í skottinu? Já, en bíllyklarnir eru fyrir utan. Hvort þú getur hoppað niður og opnað fyrir mig? Jó, ég skal gera það. Hvað, já, ertu komin í skó eða? Já, ég ætla að fara í skó. Nei, þetta er rosa fínt að hafa það á línunni. Mér er smá illa við þetta. Já, ég hafa opið síman. Hæ? Já, ég hafa síman opið. Já, það ekki bara? Já. Kannski rölti bara með það niður? Já, alls í lagi. Ok, hvað segir þú þá? Sigrún, gætur þú nokkuð haldið áfram að tala við mig á meðan? Jó, ég að koma. Já, en getur þú talað við mig? Já, ég bara lappa hérna, ég að lappa hérna gangin. Já, ert að kíkja gangin, já. Ég að koma niður. Já, ok. Sérðu Toyotuna hana?
Sérðu ekki Toyotuna? Nei, hvað er bílinn? Þetta er Toyota. Já. Sérðu Toyotu? Nei, ég sagði ég er ekkert að gáða því núna, ég er að koma mér út. Ertu ennþá heima hérna sér hún? Já, ég er bara hérna í nýbúðinni. Já, ok. Hvað, á ekkert að hjálpa manni eða? Á ekkert að hjálpa manni? Ég heyri, hvað sagði? Á ekkert að hjálpa manni? Já, hvað ertu? Ég er inn í skottinu þetta á Toyotunni. Og hvað er Toyota? Hún er fyrir utan. Já, ég er að fara niður. Ok, og þú ert að labba, já? Ég er komið niður. Já, þú er ekki allt í gutti? Allt gott að frétta? Jó. Jú. Já, herðu, ég er þetta í Toyotinu bara. Ég verður að finna bílinn. Já, ég held þú finnir hann alveg strax. Hvernig er það litinn? Sérðu Toyota, hver er þarna? Var þetta ykkur annan nágrann? Sérðu þarna Toyotuna? Nei, nú er ég að komast þetta út. Já, hvernig er bílinn lengst til vinstri á litinn? Hvernig er hann litur? Já, þetta er Toyota hana, sérðu ekki neina Toyotu? Nei, ég sé enga Toyotu. Hann er blár. Byttu við? Já, sérðu hann? Hvernig er... Ford. Hvað segir þau? Það er bara ein... Já, Ford. Það er minn Ford. Hæ? Já, Fordin. Ég rugglaðist, það er Fordin. Ég átti Toyota. Það er Fordin? Já, það er blái Fordin. 596? Já. Getur þú bankaði í skotti? Já. Já. Ég sé enga lykla hérna. Byttu landa þessi skotti, ég heyrði eitthvað? Já, ég sé enga lykla. Nei, ég má heyra að lemja í skotti. Já, ég er að lemja núna í skotti. Er þetta ekki rétti bílinn? Jó, þetta er heldur rétti bílinn. En það er einhver lyklar hérna úti. Það er ekki lyklar hérna úti. Anskotin, þá er ég með það á mér. Þetta verði ekki að hringja lögregluna? Nei, heyrir í mér? Já. Já, við skulum ekkert vera... Heyrir í mér núna? Jú. Ég er að núna í skottinu. Við skulum ekkert... Við skulum ekkert vera hringir, það er svo neyðalegt. Við rettum þessaleg, herðu. Já, þú verður nú ekki að andast. Já, er skottið ekki bara opið? En bíllinn er lokaður. Já, en skottið, er það opið? Náður að opna það? Nei, það er lokað. Það er lokað? Ég get ekki fundið hennar. Ok, byrju, er þetta ekki alveg örglega rétt við bíl? Blenda þess í skottið? Já. Þetta er hárréttu bíl, ég heyri vel í þessu. Anskotin, ég með tjakkin þetta bara alveg lengst inn í bakinu þetta, ég er alveg... En er ekki þetta íta sætinu fram? Jó, herðu, er opið kannski inn í bílinn, aftur í? Það er að sloka. Er það líka þar, eða? Anskotin. Herðu, er ekki málið að tjakka bara upp bílnum? Hæ? Er ekki bara málið að tjakka upp bílnum? Já, ég ger það ekki. Hæ? Ég verð að ná í eitthvað sem getur gert þetta. Nei, ekki til að því, ég er eftir að þessu maður. En ertu búin að reyna að opna bílinn? Já, það er hvergi opið. Það er hvergi opið, ok. Herðu, sér hún? Já. Þannig að, bara prófa að einbeita þér alveg að þessu. Bara stara á skottið og reyna að opna það. Já, þetta þýðir ekki neitt. Með hugarorkunni. Ég er að reyna að pikka þau upp núna með tjakk hérna. Heyrur í mér núna? Sigrún! Heyrur ykkur núna? Nei! Ég ætla að fara, Þetta er svo mikið, leikrit hugans. Ég sé þetta svo fyrir mér, en ég sé þetta fyrir þetta bara gömlu blokkinu mín í Yðurfelli. Ég var búin að sjá þetta allt fyrir mér einhvern veginn. En þarna ámar að vera bara með myndavél að horfa á hann og vera að berja í skottið og reyna að opna það. En þetta er ekki í fyrsta sinn og ekki í síðasta sinn sem við stjórnum einhverjum Íslendinga út í bæ. Og sérðu hvað Íslendingar eru góðir í sér? Já, við erum svo hjálpsum. Hún var að reyna að opna bílinn og opna skottið og bankið það. Já. Þetta hefur alltaf verið, þú veist, þetta er þessi baráttu andi, þú sér líka bara hvernig stemningin er, eftir leikinn til dæmis. Það eru allir vinnir. Allir búin að gleyma öllu svona einhverju vondu og orðni bara einhverju góðir. Já, þetta var stjórnun og hún var hressandi eins og alltaf. Þessu var flott hjá þér. Takk fyrir. Það er Lord hér með lagið Tennis Court. Það er búið að spila mikið hér Royals. Tennisvöllurinn. Já, komin tíma á nýtt lag með þessari stúlku. Ekki það, er hún ekki nýkomin í sviðsljósin? Jó, en svona, þú veist, öllum á ágera. Hún er á toppnum í Bandaríkjunum með lagið Royals. Jó. Það er líka ógeðslega flott lag. Já, ég er náttúrulega
hvað sagði hún hitti? Lord. Lord, já, ég er ekki Team Lord, sko, ekki strax. Ég er í Team Miley og ég er í Team Randver og Team Pulla. Þú segir mér hvaða lið þú ert í, hverjum einasta þætti. Ég veit alveg hvaða lið þú ert í. Þú ert í Team Pulla sem er 100-inn, Team Randver, Team Miley Cyrus, Team Gunni Helga. Team Gunni Helga? Já, held með honum. Hvað einhverju ekki með honum í liðið það? Já, kannski, hann er ekkert allra kannski. Ertu í Team Gunni Helga því hann er í trailendum? Já, ég ætla að sjá myndin út á honum. Já, en hérna, nei, Lordi, ég held maður að segja bara Lord, ekki Lordi. Já, Lordi er þarna, Görðum í grímundar í Finnlandi. Já, það er með skikkjur og... Sem þú tóku Eurovision með Trumpi. Já, ég er nú í Team Lordi, sko. Ég er held með þeim. Já, en við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð, svo erum við að fá góða gesti hingað í stúdíó. Það er líka... Brakandi fest Íslands slúður. Já, og þú varst að segja mér að það er eitthvað mjög krassandi í slúðupakkarum í dag. Getur þú gefið okkur einhverja vísbendingu? Já, ég get nú allavega að lofa því að ég er búinn að fá rosalega mikið af tölvupóstum með slúðri og oftar en einu sinni er verið að minna mig á að segja frá honum Unnsteini og Þorgrimi Þráins til dæmis meðal annars. Þeir eru báði valsarar. Báði valsarar og þeir hafa nú verið að lenda í ýmislegu undanfari getur lofaðir. Býtu, er Þorgrimi Þráinsson í slúðurinn eftir? Já, hann er í slúðurinn eftir og það er brakandi fest og slúður sem ekki margir vita. Þorgrimi Þráinsson er okkar svona íslenski Brandon Walsh í Beverly Hills 90210, hann einhvern veginn gerir allt rétt. Þannig að ég laka til að heyra slúður á honum. Já. Þetta er ekkert eitthvað bara annað að vera að köpa sér ost eða? Nei, alls ekki. Hann er á móti reykingum líka. Já, ég veit allt það fyrir eitt Salem Light sitt á borðinu. Já, en þeir eru líka detta hérna akkurat í hús núna, gestir þáttarins. Þeir eru að koma hérna í viðtal, þeir Vignir og Gauti. Við viljum að fá auglýsingar fyrst, svo fáum við smá spjallið þá og slúðin. FM 957 og Uno við Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagsheiting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hver skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is Heilt hellingur af B-vitaminum og söltum. Þetta þarf ekki að vera flókið. Taktu það sem skiptir máli eftir djam. B.O.K. Ávallt síðasti sopið. Túli og gamli gaukurinn kynna. Klikk, Trusty Lies og Mercy Buckets á gamla gauknum 5. 17. október. Gamli gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Ég heiti Unnur Eggertsdóttir og ég ætla að fara yfir allt sem tengist músík, bíómyndum og popkúltúr í dag. Unnur Eggers mætir með Pop og Coke. Ný skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna. Pop og Coke, föstudag klukkan 19:20. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Það er Íslandsbanki og Coca-Cola sem færa þér Pop og Coke á Stöð 2. Gerum tilboð fyrir hópa og afmælisveistlur. Players, Búðarkór Kópavogi. Nánari upplýsingar á players@players.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Steindi Junior hins vegar ekkert á leiðinni heim alveg strax. Það eru góða 20 mínútur í það. Við erum eftir að fara hér í Íslensk slúður sem er vist krassandi þennan 50-daginn og erum konum með góða gesti hingað í stúdíóið. Það er MC Gauti og Vignir úr Agent Fresco. Verið velkomnir strákar. Þið er gott. Já, þessi menn kunna aðeins eitt orð, það er YOLO. Já, YOLO. YOLO kom hérna. Drake segir YOLO aftur á nýju plötunni. Því það er officially orðið cool aftur að segja. Þú byrjaði með YOLO þegar ekki á sínum tíma. Já, Drake svona pikkaði þetta upp eftir mér. En ég er alveg á þessu YOLO. Það er bara interneti sem er eðilega YOLO. Já. YOLO, nei, var það einhvern tímann töff? Það var töff einhvern tímann að segja YOLO. Það var töff í svona 2 mínútur. Mér finnst það alltaf hægt að segja þetta, YOLO. Það kom inn og einhver fótboltagaur fekk sér YOLO tattoo. YOLO tattoo?
Þessi jólatatú, þetta er svo þegar swag var rosalega cool. Swag er þetta komið í hringin, ég var alveg til að hafa með swag tatú núna. Það var 13 ára stelpa sem byrjaði að elda mig á Instagram daginn og ég skoði alltaf hverju byrjaði að elda mig hvort ég elda á móti ef ég þekki viðkomandi. Sem er skemmtilegt því að þú ert vanur að elda 13 ára stelpur. Nei, og hættu þessu. Nei, ég er ekki grínast. Og herðu, og það stóð svona í lýsingunni hjá henni. Það stóð Justin Bieber fótbolti, swag, nokkur hjörtu og svo stóð YOLO og einhverju boltar sko. Þetta er allt saman, þetta er búið. Já, en samt sko swag eins og ég segi, það er komið hringið, það væri mjög fyndið að fá sér swag tattoo núna. Já. Þú varst núna að koma úr tattooi. Já, ég var að fá mér hérna skip og Akureyri. Já, af hverju fyrstu skip og Akureyri? Afi gamli var með skútu á hendinni þegar hann fór til Hamborgar og sigla með landa. Þetta er ekki fyrsta tattooið, eða? Nei, ég er með nokkur. Er afið sjómaður? Með heldur mörg. En Vignir, þú með einhver húðflúr eða? Ég er bara með einhver svona gamaldags svona húðflúr sem maður skamma sín fyrir. Ég er standi Júlíus á rassinum á mér og ég er með geimver á maganum. Þannig að svona, ég er að bæta. Ég hef nú séð myndir af þér, Gauti, þá ertu að fá þér tattoo í bara einhver eftirpartí. Ég tattooaði Halldór Helgason. Já, þú ert að flúra. Í eftirpartíi. Bretta snillingin hann. Já, og ég gerði, sko, hann er með svona 2 útstæða fæðingarblætt á maganum sem við breyttum í gervörstur og brjóst. Ok. Og sem töttu var hann með tippi á hendina á hann, þannig að hann getur gert svona linan og... Hvað, voruð þið bara með græjur í partíinu eða? Já, ég komst þess að í tattoo-bissu. Ok. Og þetta var ekki svona... Það er versta hugmynd sem ég veit að mæta með tattoo-bissu í partí. Ég get lofað því, ef ég var í staddur í eftirpartí og MC Gauti var að setja tattoo á mig, þá myndi ég hætta að drekka. Það er bara þannig. Þetta var bara komið gott. Það er bara alltaf að gera með þess að geimur að ég var einhver eftirpartí. Þetta er langtíma meðferð í Noregi núna. En þið eruð strákar að fara að halda tónleika helgina. Já. Og það er ekkert bara í Staðarskála, það er Harpan. Já. Hvorki meira en minna. Þetta er skeri. Mér finnst þetta alveg að vera svolítið spennandi sko. Þú veist, Agent Fresco, MC Gauti og það er Úlfur og allt þetta. Þetta er, þú veist, þetta verður svolítið öðru sér tónleikar. Þetta verður það. Þetta byrjaði þannig að ég, Kili og Vignir hafa spilað ofta tónleikum með mér. Það eru bara svona þess að krydda undir taktana. Já. En síðan kviknaði bara upp þessu hugmynd að fara í hörpuna, sitjandi sal og með hléi og ég veit að gerist aldrei, en ég vildi að allir myndi mæta í jakkafötum. Með englirni og fá sér hvítvín eða appelsín og ópall. Þetta er nefnilega svolítið fullorðins. Ertu allar að hætta að spila á nóttinni og færa þig svona meira og meira inn í hörpu? Já, þetta er allavega skemmtileg tilbreyting að gera þetta. Já, er MC Gauti að þroskast? Hann er búinn að þroskast aldrei undan. Jú. Hættur að láta taka heita pottamyndir af sér. Já, og hann er hættur að allsbyr í heitum potti að láta taka myndir af sér. Hann er reyndar ennþá að fá sér húðflúr, það er mjög gott. Enda tengist það ekki. Ég er að fá mér húðflúr sko ón á öll gömlu. Já, algjörlega. Þú ert að fá þér skip en ekki titling á höndina. Það er mjög jákvæmt. En það er nú bara skemmtilegastu tónleika sem ég hef farið á. Það var með Nýdönski í hörpunum daginn, þannig að... Já, ég get samt lofa ykkur að þetta er ekki Nýdönski í hörpunni. Harpan, sko, ég held að stemningin í hörpunni verður líka svona, ég held að mæta þetta svo peppaðir. Þetta er svona, þú veist, þetta er svona... Það er líka uppselt á, í gær átti ekkert að vera aðra tónleikar, sko. Þetta er á morgun. Eru þið með auka tónleika? Já, það er uppselt á fyrir tónleikana, klukkan 8. Ok. Síðan hendum við auka þá, og svo alltaf mikil fyrirspörn... Ok, vel gert. Og eru það auka tónleikana klukkan 11? Já, MC Gauti og Úlfur, já, við mætum bara svæðið, þá fáum við miða. Það er enginn að fara að mæta. Ég bara seldist upp á núleitni. Ok. Þannig að hellingarliði sem var bömmir yfir að hafa ekki náð sér í miðan. Já. Og hvar nálgast maður með á aukatónleikana? Það er hægt að fara á miði.is, harpa.is eða bara fara í Brim ef þið kunnið ekki á netið ennþá. Ok. Ég hræðist ennþá miði.is. En mæli með að allir fái sér. Akkur hræðistu miði.is? Ég vill ekki versla neitt á netinu. Ég veit það ekki, það er bara eitthvað að mér. Gamli maður. Þú mátt alveg vera með vísakortið þetta á netinu. Það er bara með skipið með landa. Ef ég var að fara á tónleikan, ég er ekki að grunast, ég færi í Brim. En svo er líka, þú veist, ágætt, sko, fyrir marga, og það er margt sem gerir það, að vera með vísakort, sko, í plus. Það er bara svona kort sem hún notar fyrir netið, og þá leggur það inn á það fyrir, sko. Það er bara því að ég má ekki fá kreditkort. Og segðu okkur aftur mátt ekki kreditkort. Hvað gerður í bankanuðinu? Þau bara trista mér. Ég er að segja, það er samtalið örgulega fullt af liði sem er kreditkort sem er minni heimild inn á sínum heimbanka. Ertu eyðslukló, MC? Já, já, við getum sett það. Ekki samt í svona, ég myndi aldrei fara, ef ég ætti 10 miljónir og myndi aldrei kaupa með bíl, en ég myndi lifa
Já, fara til útlanda og borða allan dag. Köpa flöskur og svona. Fara flöskur, borða austur og... Stúpid dæmi. Herðu, ég var alltaf að spyrja þig, ert þú og Ingo, eru þið orðin sáttir eftir bífið ykkar í gamla dag? Þetta er bífið? Ingo, þið eða guð og voru þið einhverju bífið? Nei, getum eiginlega, ég hef bara farið aftur í annars slúður það, sko. Það er bara svolítið skemmtilegt, sko. Hittist það á prikinu, ég held að sé ekki nema... Hann kallaði þig Mac Gauta. Já, hann kallaði mig Mac Gauta og spurði hvort ég væri hamborgari. En síðan hittist þú á prikinu, ég held að giska á svona fyrir 8 mánuðum. Og þá er Ingo að labba út og ég segi svona í djóki, dörröðlaðir út, Ingo, það er ekki heima hérna. Og þá verður hann alveg brjálaður og næri einhvern lítinn indverskar strák út sem ætlaði sko að vaða í mig. Og þetta var eiginlega þannig, ég endaði með að vera fyrir utan þetta og kom Gísli... Voru þeir allt í nú farnir að... Þannig að bífið er ekki búið hér í? Nei. Bífið er búið hérna meginn alltaf. Þurfum við ekki að fá þetta svolítið svona, þurfum við ekki að laga þetta svolítið svo þetta verði ekki erpur og móri? Við viljum ekki að sagan endurtæki sig. Já, það er náttúrulega Ingo að spila í kvöld á Austur, þannig að það er bara MC Gauta að fara að taka læg með hann. Við höfum alltaf eftir að fara yfir það, Auðun, að síðan að þetta Ingo Viðugauða bíf byrjaði, þá skuldað þú mér eða 5.000 skall. Nú, okkur skuldaði 5.000 skall. Af því að þú vildir Olmur fara í coinflip í kjallarinn á B5 upp á 10 skall. Já, ok, letið ég bara hafa 5.000 skall. Hann skoti sjálfur. Ég get ekki talað þetta að mér því að maður aða til að gamla þar er maður aðan fullur. En eins og segja, tónleikur í Hörpunum morgun. Já, inn á miði.is eða harpa.is. Já, næra sér í miða. Við hvetjum alla til þess að kíkja á auka tónleikana. Vignir, næstur og kemur einnig viðtal með MC Gauta, en ekki að tala svona mikið. Við ætlum að fá lag hér sem að... Herðu, vill ekki segja það? Já, Vignir, þú mátt fá hérna, hvaða skilaboð hefur til hlustenda? Til hlustenda? Já. Bara takk aðeins fyrir að hlusta á mig frábæra þátt. Já. Þetta er bara þátturinn sem ég ger ekkert annan að hlusta á og leiðinu vinnuna úr vinninni og... Frábært. Og ef að þið mæti ekki tónleikana að fá þið krabbamein í augun. Já, krabbamein í augun. Veit ekki með það, en kíkja á tónleikana. Þetta ætlaði bara að fara að segja það þegja og tala svo mikið. Þeir veiku verða veikari, enginn hefur orku við að vilja til að breyta því. Aldrei komin hetinn, allir virðast vera leitandi. Heimilið mitt brennur og ég... Lagið Sofðu vel. Þakkum MC Gauta og Vignir kærlega fyrir komuna hingað. Já, virkilega netti náungar. Já, ég held að verði flott að sjá þá í Hörpunni á morgun og minnum við að það er ennþá til miðar á auka tónleikana. En áður en við kveðjum hér þennan 5. daginn að þá er Steindi Junior með íslenskt slúður handa okkur, ekki satt, Steindi? Rakandi fest íslenskt slúður er dotti hérinn. Það er bara svo leiðis. Og með eitthvað svaðapakka núna. Ég er með svakalegan pakka og eins og ég segi, ég er búinn að vera að segja þetta svolítið svona út áttina. Ég er búinn að vera að fá þetta núna, ég byrjar að fá tölvupósta, Facebook skilaboð, SMS. Já. Og svo er fólk að koma að lappa upp að mér inn í búðum og fleira. Fólk er að hjálpa þér með slúðri. Pizza á mig slúðri og ég er virkilega ánægð með þetta og ég ætla að byrja núna, þetta eru 3 mólar. Ok. Og ég ætla að byrja fyrsta mólan á því að það er hann Unnsteinn, vinur minn úr Retro Stefson. Já, toppmaður. Toppmaður og bara frábær náungi og hann er að vinna sem sagt á Víkivaka, sem sagt nýri bæ, sem í sjoppa, svona meðfram tónlistinni. Víkivaka? Já, Víkivaki. Ok. Og er þar svona með tónlistinni að vinna þar aðeins og núna daginn þá kom maður og pantaði sér pulsu. Og tók það skýrt fram að hann vildi ekki remólaða hana. Og já, sem er nú kannski ekki frásögu færandi, nema að það gerir enda pulsuna mínum að remó. Remó er gott. Farið þið remó? Já. Já, remó er bara pulsan. En Unnsteinn er líka vanur að fá sér remólaði sjálfur og setur smá remólaði, bara pínulítið. Og tekur það strax af með skeið. Og það er bara nóg til þess að maðurinn sko er greinlega með bráð ánæmi fyrir remólaði. Að þegar hann býtur í pulsuna þá æpir hann upp, hann öskrar og sparkar þetta í stól og það dettur ykkur rosa drungaleg stemning sem myndast þarna. Og hann hleypur út kallinn og það hefur ekkert spurst til hann síðan. Ok. Þetta er bara, þetta er slúður. Já, þetta er krassandi. Þetta er slúður Unnsteinn. Já. Ég vissi ekki að maður að vinna í sjopi. Nei, en fannst þetta ekki skemmtilegt? Alveg gríðarlega. Þetta er, svona er slúðrið, maður getur ekki stjórnað því. Nei, hvað er það meira? Og svo er það næsta, það er það Ásgeiri Trausta vinn okkar. Já. Hann er alveg toppnáðingi. Já, hann virðist alveg vera með þetta. Hann virðist vera með þetta, eins og flesti vita, þá er hann mjög trúaður. Já, ok, ég segi ekki. Vissu það ekki? Nei, hann er mjög trúaður og segist núna er það komið fram að hann segist ekki alltaf að sofa hjá fyrir eftir giftingu. Já, ok, hann er alveg í þessum pakka. Hann er í þessum pakka, þá stendur hérna. Bara svo Donna í Beverly Hills. Já, hann er nefnilega, hann sko Ásgeir Trausti og Donna í Beverly Hills eiga nefnilega, helviti maður sammeilegt þegar maður pælir í. Og hérna setur hann á Facebook sitt status, þetta er í gær. Lífið snýst ekki bara kynlíf og áfengi.
sjáuðu mig, ég happy. Hann komið 200 likes. Þannig að það... Já, ég ekki að lægja þessu status, ég að lægja allt öðru. Þetta finnst mér samt bara í lagi. Já. Akkur þarf hann að vera ykkur, þú veist, að lifa í rockinu. Akkur, hann bara slakur. Já, ekkert kynlíf og ekkert áfengi og bara... Já, og bara einbetta sér að músíkinni. Já, og guðleikar einlega. Já, svo kemur þetta bara allt. Já. Þetta glæsilegt. Það ekki? Já, en hvað varst ekki með eitthvað slúður af... Þorgrimi Þráins. Já, hvað var það? Þorgrimi Þráins. Þetta í lokin. Þetta svolítið nefnilega, þarna brá mér. Ok. Heyri þetta. Ég svolítið hneykslaður af þessu, en Þorgrimi Þráins, hann bauð fólki núna heim daginn í smá heiting. Já. Bara partí. Já. Sem nú ekki frásögu færandi, nema partí, það orðið svolítið svona vilt, sko, svona, þetta kannski upp á minnandi, það orðið svolítið vilt. Og vinir hans, þeir fara að gramsa inn í skápjánum. Þeir fara inn í skáp og gramsa og þeir eru að leita rakettu sem var afgangsflugveldi frá Gamlás og ætlaði að sprengja hann upp. Þeir vissi ekki hvað ég veit, þetta svona minnandi og það svona partí og hann á rakettu og svona. Það er skemmtilegt. Og þeir fundu þar klámsbólur inn í skápnum. Og þetta var ekki basic stuff sem þeir voru að finna. Þetta er svona grannies klám. Þetta er svona grannies klám. Hvað ömmu klám? Já, þeir fundu 3 spólur þarna, ég fekk þetta sendið þarna. Þeir fundu 3 klámspólur, masturbating grannies, a slice of grandma's pie og great granny 3. Þetta eru myndirna sem þeir fundu og svo fóru þeir að upp í rúm hjá honum og voru eitthvað svona nei, ég get svarað þetta, ég fekk þetta sendið. Og svo voru þeir að gramsa upp í rúm hjá honum, þá fundu þeir gamlar svona ömmunar og þær voru notaðar. Hæ? Ætti þessu bullið, maður. Það saka Þorgeir Ráðsson að vera með einhverja ömmu klámyndir í skápnum heima. Það er ekki læg með því. Ég er ekki að því. Nei, ok, þetta er bara eitthvað slúður. Þetta er bara slúður sem ég fæ sent og Hvað sagður? Granny slice? Nei, slice of granny, hvað sagður? Já, masturbating grannies, a slice of grandma's pie og great granny 3. Great granny? Þetta eru myndindar hans og þetta er slúður sem ég fekk þetta send. En ég alltaf sér þetta ekki dýra en ég geta þetta. Og hver er líka í partí að gramsa upp í rúmi? Þeir voru að leita rakettu. Þeir ætlaði að sprengja, hann sagði bara fara inn í skáp, skilur við. Þessi anskota spull maður. Þetta er hrikalegt. Þetta var fersku slúðupakki. Já, alveg rosalur. Unnsteinn var með pulsuna sína og Ásgeir Trausti ætlar ekki Hvorki drekkunni stundar kynlíf og svo var það Þorgrimi Þráins með smá grannisfættis, sko. Já, það er komið á lokum hér hjá okkur í FM 95 Blö. Ég ber enga ábyrgð á þessu íslenska slúðri hans Steinda Junior. Ekki ég heldur, ég fætt að send. Já, ég veit. Og Rikki G. mættur í stúdíu ætlar að taka við okkur. Hann verður með okkur til 8 í kvöld, eða ekki? Er ekki íslenski listinn? Það er alveg horrið þér. Eftir 2 ár er ég að ná þessu. En takk kærlega fyrir hlustun í dag, Steindi, takk fyrir þáttinn. Já, takk sem leiðis. Og við heyrumst á morgun, þá er það 2 harðir frá 4 til 6. Það er sem allra besti kvöld og bara. Og herru, ég ætla að kasta kveðja á hlustendur og biðja bara að ganga hægt gleðina dyr. Já, í kvöld. Já, og líka bara svona, og eigið góða viku. Ég er ekkert að fara að heyri þeim fyrir eftir viku, sko. Já, og fyrir ykkur sem er að fara á skralli í kvöld, þið kasta nú kveðja á Steindan eða hitt hann í bænum. Nei, þú ætla ekki að mig. Ég ætla að vera slakkur. Ég er ekkert að sulla neitt. Junior, Nei, ykkur hundi með það. Vittlis að þetta maður. Ég er bara 50 dagur, ég ætla að vera heima hjá mér. Akkurat, það var helviti góður. En lægi á leiðinni heim með afmælisbarni dagsins, hann er 41 árs í dag og er eins og allra besti. Og sveimi þá, við erum ekki besta lægi hans. Heyrast á morgun. Á Austur. Hip-hop eða rock'n'roll. Send okkur SMS í 1909.is þegar þig vantar smálán.